Já, Jóhann, 1-0 tap á móti Val. Hver svona þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Ég svektu fyrir hönd liðsins míns og stelpmanna sem að mér fannst leggja mikið í þetta. Það sem að skildi að var bara, við vorum svolítið klaufar í þessu leik og ef við hefum verið aðeins svona betri á svona rólegri á boltanum við vorum svolítið, mér fannst svona virka stressaðar á óþörfu. Þó við séum hér á þessum heimavelli þá við áttum bara að vera aðeins slakkar á bolta því við höfum tíma og pláss til þess að spila í. En einn alvöru vinstri fallbyssun hnykkur hafa hann til þess að öll stigin verða hér eftir á Hlíðarenda. Hvernig svona leggið þið inn að leika upp? Bara eins og allara leiki, að reyna að verja markið sitt og skora hjá andstæðingunum og við búin að fylgjast með Val og vitum hvað þeirra styrkleikar eru og hvað þeirra veikleikar eru og við vorum að reyna að komast í það en það er bara oft þannig hvort sem það er með okkur eða einhver önnur lið að þó að þú vitir nákvæmlega hvernig andstæðingurinn er að spila ef hann gerir það vel þá er erfitt að stoppa það. Þannig að við erum ekkert alltaf að reyna að breyta milli leikja og koma óvart og eitthvað þannig að við spilum okkar leik og ef við gerum það mjög vel þá er erfitt að stoppa það. Eftir svona mjög góða byrjun á mótinu það var þetta svona aðeins farið neðar allavega svona úrslitalega séð. Hvernig svona birtist þetta þér? Já, ég bara, eins og ég segi, við erum bara í þessari baráttu eins og öll lið og ég var nú spurður hérna fyrir leik hvort það væri komin einhver skjálfti í okkur af því að margir hefði haldið ætlum að vera Íslandsmeistarar fyrir mót. Það er bara frábært ef að menn eru farin að hugsa svoleiðis um okkur og mótið ekki byrja þá en úrslitin eru bara, við erum búin að vinna Stjörnuna á IBVF útivöll og Breiðablik heima en ég veist það ágætt en við höfum mistið okkur illa heima á móti Keflavík og FH og þetta er mjög erfiður útivöllur og að tapa með minnsta mögulega mun er svekkjandi, sérstaklega skora ekki og kannski að ég skilji stig en ég met það bara svo að deildin er skemmtileg og við erum með gott lið og við erum bara á ákveðinni vegferð og leið og við verðum bara betri. Þið Selfoss í næsta leik, horfið á það sem svona leik til að koma svo aftur á beinabrautina? Já, ég var bara alveg sama hver hefði verið andstæðingur en við lítum á næsta leik sem leikinn til þess að koma okkur á brautina aftur ef hún er til en það er alltaf bara þessi næsti leikur með sitt sjálfstæða líf og allt það þannig að við bara, já, það er Selfoss sem við ætlum að reyna að vinna til að komast aftur og að klífa töfluna.